Hugsum okkur að við séum með fleigbúa hérna y jafnt og x í öðru. Y jafnt og x í öðru. Og við viljum hliðra honum segjum 5 til í x-stefnu, jákvæða x-stefnu til hægri og 2 í y-stefnu. Og þá myndi þessi fleygbogi eftir hliðrun vera komin eitthvað hingað. Og þá er spurning, hvert er sambandið milli y og x fyrir þennan fleygboga? Hver er jafna hans? Nú, ef við ef við erum með hérna punkt á þessum fleygboga sem er x og y, þá er samsvarandi punktur á hliðra fleygboganum hérna og við skulum kalla hann x1, y1 bara til aðgreiningar frá hinum. Ef við skoðum sambandið milli x og x1, þá sjáum við að x1 er jafnt og x plus 5 og samhátt er y1 jafnt og y plus 2. Y1 fæst með því að bæta 2 við. Þannig að við vitum hins vegar að y er jafnt og x í öðru. Þannig að þetta er sama og x í öðru plus 2. En hérna x vitum við að út frá þessari jöfnu hérna að x er sama og x1 mínus 5. Þannig að þetta er þá sem sagt x1 mínus 5 í öðru plus 2. Þannig að nú erum við komið samband á milli y1 og x1. Við erum komið samband á milli punktana sem eru á hliðraða fleygboganum. Þannig að sá fleygbogi er þannig að y er reiknað út frá x-nitum hans með því að segja x mínus 5 í öðru plus 2. Almennt þá getum við sagt að ef við erum með feril f af x og hliðrum honum vegurinn AB, þar að segja a í x-stefnu og b í y-stefnu, x og y er þetta hérna, að þá fáum við sem sagt nýjan feril og við getum kallað fall hans g af x og sambandið sem að lýsir sambandið milli x1 og y1. Og ef við þekkjum f af x og þekkjum hver hliðrunin er, þá getum við fundið út hvert hérna g af x er. Við vitum nefnilega að x1 er sama og x plus a og að y1 er sama og y plus b og y1 er því sama og y plus b en y vitum við að er f af x, þannig að það er f af x plus b
Nú x getum við einangrað úr þessari jöfnu og það er sem sagt x1 mínus a. Þannig að við getum skrifað þetta sem f af x1 mínus a pluss b. Og þá erum við komið með sem sagt sambandið á milli x1 og e1 sem er komið samband á milli hnitana í hliðræðaferlinum, og við höfum því að e1 sem er sama og g af x1 fæst með því að segja f af x1 mínus a pluss b. En við notum bara x1 og e1 til aðgreiningar frá hinum, þannig að samband á milli punkta á nýja ferlinum er komið og við þurfum ekki að nota lengur x1 og e. Við getum þess að nota bara x og e. Og niðurstaðan er regla sem segir að hliðrun vegurinn AB, þannig A í x-stefnu og B í e-stefnu, færir feril falsins f af x yfir í feril falsins g af x sem er reiknað með f af x mínus a pluss b. Og skoðum hérna dæmi. Við erum með fall f af x jafnt og x í öðru og ferlinum er hliðrað hliðrunarvegurinn 1, 2, þar að segja 1 í x-stefnu og 2 í y-stefnu, sem sagt 1 til hægri og 2 upp. Og við viljum finna fallið fyrir ferilinn sem fæst við þessa hliðrun. Og við höfum þessa reglu sem segir að g af x, það er það sem við ætlum að finna, sem er f af x mínus a pluss b. Og í þessu tilfelli þá er a, b sem sagt hliðrunin, a er 1 og b er 2. Þannig að við fáum sem sagt f af x mínus 1 pluss b pluss 2 á þetta vera. Og þetta finnum við einfaldlega með því að láta x mínus 1 í staðinn fyrir x hjá f af x fallinu, og það er sem sagt við látum x mínus 1 í staðinn fyrir x, það fáum við x mínus 1 í öðru pluss 2. Og þetta er sem þetta margfald upp úr þessu og einfalda, og þá fáum við x í öðru mínus 2x pluss 3. Og þetta er sem sagt þá fallið fyrir fleigbúan sem fæst með því að hliðra jafnt og x í öðru 1 til hægri og 2 upp.